Já, góðu hlustendur og velkomin að Rauðaborðinu á þessari sjónvarpsstöð sem í smíðum. Samstöðin heitir hún. Þetta svona verkefni með átak sem við fórum í út af ástandinu sem í samfélaginu. Það sem mikið að vera. Við stöndum frammi fyrir verstu heilbrigðisvá sem að íslenskt samfélag hefur staðið fyrir í 100 ár. Og við stöndum líka á barmi djúprar kreppu sem miðað við hvað rætt í útlöndum örugglega verri heldur en 2008. Jafnvel kreppa sem að gæti verið í líkingu við það sem að geisaði á fjórða áratugnum. Þannig að það mikið að vera en á tímum það sem samkomubann. Og það erfitt fyrir okkur að ræða saman og spegla okkur í viðhorfum annarra hvað eiginlega að ganga yfir. Og þess vegna byggum við til þessa sjónvarpsstöð sem heitir Samstöðin. Á sunnudögum Ögmundur Jónasson, sá gamli sjónvarpsmaður með þátt hér sem heitir Kotinn heim. Hann hér á sunnudögum klukkan 12. Ég með þátt sem heitir Rauðaborðið og öll virkkvöld klukkan 8, þar sem ég kalla til fólk til þess að hjálpa mér og okkur til þess að greina ástandið sem við erum að ganga í gegnum. Hérna í lok þáttarins mun ég kynna nýjan þátt. Þannig að þetta að alltaf vaxa hjá okkur. Ég ætla reyndar að byrja á því að bara þakka fólki sem hefur aðstoðað okkur við að byggja þetta upp. Ég sit til dæmis hér í myndlistastúdíói Eyjólfs Einarssonar og það mynd eftir hann hérna á bak við mig. Hann lánaði okkur stúdíóið sitt til þess að við gætum byrjað sjónvarpsútsendingar. Þá héldum við að við gætum gert þetta eins og í sjónvarpsstúdíói og verið með myndavélar og kamerur hér inn í stúdíói. En síðan kom samgöngubannið á, þannig að það enginn sem kemur til okkur í stúdíóið. Þess vegna notum við bara Zoom, samskipta og fundarbúnað, forrit til þess að búa til þess að þætti. Hérna á undan heyrðum við stef þáttarins sem eftir Elvar Geir Sævarsson, hann gaf okkur það. Og sá sem að stjórnar útsendingunni Bogi Reynisson. Hann hér sveittur alla daga við að halda út í þessari sjónvarpsstöð. Andri Sigurðsson, hann býr til grafíkina sem fylgir og aðstoða Boga við að koma þessu út. Og Magnús Ómarsson hefur stutt okkur í ýmsi tæknivinnu. Ég vil bara geta þess vegna þess að þetta skiptir máli, að þetta ekki bara ég sem að búa þetta til, langt í frá. En við skulum bara byrja þátt kvöldsins og við ætlum að skipta yfir í Reykjanesbæ, þar sem að bæjarstjórinn, Kjartan Már Kjartansson, stendur frammi fyrir kannski meiri vanda heldur en flestir sveitarstjórar í landinu, vegna þess að atvinnuleysi var þegar orðið nálægt 10% í Reykjanesbæ áður en þessi kreppa kom. Og þessi kreppa, hún leikur ferðaþjónustuna einna verst og langstærsti vinnustaðurinn í Reykjanesbæ Keflavíkurflugvöllur og þar sáralítið að vera með hvað áður var. Þannig að Reykjanesbær stóð ekki aðeins verst áður en að kreppan kom, heldur hann líklega það sveitarfélag sem að fá þyngsta höggið. Þetta rétt lýsing hjá mér? Já, ég held að ég geti alveg staðfest að þetta nákvæmlega svona eins og þetta blasir við okkur núna ef að fer fram sem horfir að flugið eiginlega bara stopp algjörlega og ef að það verður í einhverjar vikur þannig að þá erum við í miklum vandræðum. Já, og þið eruð eitt af þeim sveitarfélögum sem hefur orðið hvað verst út úr kvótakerfinu. Þeir eru búin að missa mikinn kvóta frá okkur og sjávarútvegurinn í Reykjanesbæ ekki svipur á sjón með það sem áður var. Og þá þegar þeir mistu kvótana þá var sagt við ykkur að þið hafið þó herinn, en þá fór herinn, en stuttu síðar þá kom vöxturinn í ferðaþjónustuna, en nú hún kannski að fara, vonandi bara mjög skammt, en það samt búið að vera högg í hana, eða ekki? Jú, það má segja að ferðaþjónustan hafi vaxið gríðarlega svona eftir Eyjafjallajökuls eldsumbrot eins og alkunna all land, þá náttúrulega jókst ferðamannastraumur hingað og mjög mikið og við nutum góðs af því að aukinni flugumferð Keflavíkurflugvöll, bæði fólk sem var að koma til Íslands og svo náttúrulega jókst flug líka bara yfir hafið, þannig að það voru vélar að koma og fara alla og eða hafa verið þar til bara núna fyrir stuttu að koma og fara í rauninni allan sólarhringinn. Þannig að það var gríðarlegur vöxtur hér á síðustu svona 4-5 árum en núna eftir að fall WOW
varð raunveruleikinn að þá má segja að hafi byrjað að draga saman hjá okkur á vellinum og svo náttúrulega þetta stoff sem að núna er svona all svakalegt högg fyrir Keflavíkurflugvöll og það þúsundir sem að vinna þar sem að reyndar búa ekki allir starfsmenn á flugvöllurum hérna í Reykjanesbæ, þeir búa á Suðurnesjum og ég vil kannski tala Suðurnesin í heild í þessu en svo líka margir eins og áhafnir og aðrir sem að teljast til starfa á flugvöllurum en búa kannski á höfuðborgarsvæðinu. En vöxturinn í ferðaþjónustunni, hann hefur haft áhrif á samfélagið í Reykjanesbæ og til dæmis þar orðið hlutfallslega fleiri útlendingar, innflytjendur sem að búa í Reykjanesbæ heldur en víðast hvar annars staðar. Mögulega þetta það fólk sem að missir fyrst vinnuna? Já, ég ætla nú ekki að leggja mat á það, en það er rétt hjá þér Gunnar að það er fjórðungur íbúa í Reykjanesbæ og aðeins minna á Suðurnesjunum í heild en 26% íbúa í Reykjanesbæ eru af erlendu bergi og komu hingað að langmestu leyti vegna þess að það vantaði fólk, það vantaði vinnuafl á og við flugvöllinn og þess vegna fluttist það og flyktist það hingað til okkar og það hefur svo sem gengið ágætlega en þeim greinilega líður ágætlega því að það ekki farasnið á öllum þessum hópi, það er einhverjir farnir en stór hluti hópsins ætlar að vera hér og bíða þetta af sig greinilega og þeim líður vel hérna og fjölskyldur eru komnar og þeir hafa sest hér að. Þessir vinir okkar vil ég segja, sem eru af stærstu hluta frá Pólandi en annars eru yfir 90 þjóðerni sem búa í Reykjanesbæ í dag. Já, en af þessu fólki sem þegar komið atvinnuleyfisskrá, stór hluti af þeim innflytjendur eða það svona 50-50 eins og þetta? Já, það stór hluti af því fólki innflytjendur af því að stór hluti af innflytjendum starfar við flugvöllin í einni eða annarri mynd og þar langmesti samdrátturinn núna og þá það óhjákvæmilegt að mjög stór hluti innflytjenda í þessum hópi á atvinnuleyfisskránni. Hafið þið reynt að átta ykkur á því hvað atvinnuleysi gæti orðið mikið svona til skemmri tíma? Segjum kannski miðja maí, hver staðan gæti verið í Reykjanesbæ? Nei, sko þetta bara að gerast núna þessa dagana sko. Icelandair að fækka hjá sér fólki og við erum að heyra svona óstaðfesta sögur af öðrum stórfyrirtækjum hér á svæðinu sem að draga saman en ekkert sem að ég hef fast í hendi. Ég talaði við Vinnumálastofnun í dag og það mikið í gangi og ég fæ en ekkert sem að ég get hvorki opinbera hér eða staðfesta því þetta voru ekki staðfesta tölur en ég vona á þeim á morgun frá Vinnumálastofnun en það ljóst að sko staðan gríðarlega alvarleg og þegar varnarliðið fór hér með tiltölulega stuttu fyrirvara þá fór atvinnuleysi hér upp í 15-16% þegar verst lét og eins og þú komst að í inngangi að þá var atvinnuleysi fyrir þetta högg komið í 10% hérna bara vegna samdráttar á vellinum aðalega en mig grunar að það fari vel yfir 15 og jafnvel nálægt 20% núna þegar öll kurl fara að koma til grafar í því og þegar fyrirtæki hafa lokið sínum aðgerðum fyrir mánaðamóti næstu sem eru á miðvikudaginn. Já, til þess að setja það í sögulegt samhengi þá sá ég einhverju grein sem ég var að lesa daginn að atvinnuleysi í Bandaríkjunum fór dýpst í 24% í kreppunni miklu. Þannig að þú að tala gríðarlegt atvinnuleysi. Já, ég að tala það og það en eins og ég segi, þetta eru óstaðfesta tölur og við fáum þær nú staðfesta ekki fyrr en þá mánaðamóti núna, mars-apríl, þá ætti þetta að liggja fyrir. En fyrir sveitarfélag að þá fylgir því mikill kostnaður, mikil aukning á þjónustu og fleira þegar að fólki missir vinnuna og þið horfið líklega fram á mikið tekjufall því að þið fáið minni útvarpstekjur í framhaldinu. Já. Hvernig eru þið undir þetta búin? Hvað nú
horfum maður á ráðherrana að segja, þeir mæti í Kastljós að segja, við erum aldrei betur undir þetta búin, bankarnir eiga nóg af peningum, ríkissjóður stendur vel, en hvernig standa sveitarfélögin? Hvernig stendur þið? Já, við stöndum betur en oft áður. Við erum alltaf búin að vera gangi í gegnum á síðustu svona 6-10 árum alls konar aðgerðir og þrengingar og þegar ég hóf störf í núverandi starfi árið 2014 þá fórum við í mjög miklar aðhaldsaðgerðir að svona þurftum að taka til í rekstrinum aðeins og höfum verið að gera það, þannig að við stöndum í sjálfu sér ágætlega, en þetta mun örugglega og samt hafa gríðarleg áhrif á okkur. Við erum í miklum uppbyggingafasa því að hér hefur íbúafjölgun verið mjög mikil undanfarið, ekki bara fólk af erlendu bergi heldur líka Íslendingar. Og það hefur verið fordæmalaus fjölgun hér upp á 7-8% á ári núna í mörg ár. Mikið af kannski svona verkafólki sem á ekki lengur efni á að búa í Reykjavík? Já, fólk sem kemur hingað aðallega til vinnu í kringum þetta allt sem við erum að tala flugvöllinn og ferðaþjónustuna og þannig að við höfum þurft að byggja innviði og erum að byggja nýjan grunnskóla, við höfum verið að stækka leikskóla og við erum með fullt af verkefnum í gangi því að sveitarfélögin bera ríkar skyldur að halda út í þjónustu og byggja upp innviði og við erum að því og erum í miðjum klíðum í mjög mörgum verkefnum og þurfum að halda áfram með það og klára þau, en á sama tíma höfum við verið að reyna að komast undir þetta 150% skuldaviðmið sem að fjármálareglur sveitarstjórnarlaga gera kröfu að við náum og við erum komin langt undir það núna. En það alveg viðbúið að það hækki aftur þegar við þurfum að fara að bregðast við þessari stöðu sem að virðist blasa við nú. Þegar ég satt og hlustaði á ráðherrann að kynna efnahagsaðgerðir sínar á laugardaginn síðasta, þá beið ég eftir því að þau myndu nefna sveitarfélögin, að ríkið kæmi núna með 50 milljarða, 70 milljarða sem þau myndu leggja inn í sveitarfélögin vegna þess að ríkisvaldið getur prentað peninga og getur eytt í krónum vegna þess að þau eiga gjaldmiðlinn, en það á ekki við sveitarfélögin og sveitarfélögin fá mikinn auka kostnað. Þannig ég beið svolítið eftir því að kæmi sveitarfélögin eru nefnd, en það kom ekki. Væri eitthvað svona aðgerð ekki raunverulega eitthvað sem að sveitarfélögin ættu að fara fram á, að ríkið kæmi vegna þess að ríkið hefur getuna til þess að búa til peninga í kreppu og það þykir bara orðið hollt og flestir eru sammála það sé bara holl efnahagsaðgerð að auka peningamagn í umferð, að eitthvað af þeim peningum yrði beint inn í sveitarfélögin til þess að þau gætu mætt þessu áföllum. Við höfum núna 3 ára skeið tekið saman tölur og verið að benda ríkinu og ráðuneytunum, fagráðuneytunum á það að þau þurfi í fyrsta lagi að huga að sínum stofnunum hér á þessu svæði og þeirri þjónustu sem að ríkinu ber að veita. Þá við framhaldsskólana, lögreglan, heilbrigðisstofnun Suðurnesja og önnur sú þjónusta sem að ríkið á að annast og sjá og þar höfum við talið að skorti verulega á í samanburði við önnur landsvæði. Þannig að sveitarfélögin hafa verið að pluma sig ágætlega, enda eins og ég sagði áðan hefur verið uppgangur og vöxtur hér sem að ríkið hefur ekki fylgt á okkar mati með auknum fjárveitingum til sinna stofnana og þar með talið til dæmis samgöngur. Ég meina við erum með Reykjanesbrautina tvöfalda einhvern veginn og einfalda og allavega óklára verk sem að ótrúlegt því að þetta er fjölfarnasti vegur á landinu og 99,9% ferðamanna sem hafa flygst til Íslands farað þennan veg með einum öðrum hætti, annaðhvort á rútum eða bílaleigubílum. Og að það skuli ekki vera löngu búið að afgreiða þetta mál finnst okkur stórfurðulegt og þetta ekki einu sinni á dagskrá næstu árin. Var þetta ekki nefnt af þeim sem að ríkisvaldið ætlaði að setja í gang? Jú, bútur út við Krýsuvíkurárleggjara og inn í Kúagerði og þangað eða upp í Hvassahraun, sá bútur. En eftir stendur vegurinn hérna frá Fitjum í Reykjanesbæ og upp í Flugstöð sem einfaldur og við sáum það nú bara í óveðri í vetur þegar allt stíflaðist og við verðum að opna fjöldahjálparstöð í Reykjanesbæ til þess að taka við ferðalöngum sem komist ekki í Flugstöðina því að það var snjór og akbrautin og Reykjanesbrautin stíflaðist og svo þegar
flugvél Icelandair hlekkist á hér í vetur líka og sem betur fyrir urðu engin slys á fólki, að ef að það hefði orðið eitthvað slys, alvarlegt slys þar eða einhver fjöldi slasast og hefði þurft að koma sjúkrabílum á svæðið og flytja fólk kannski í einhverjum fjölda frá svæðinu, þá náttúrulega þessi braut eins og hún núna bara alls ekki, hún annar því engan veginn. Þannig að ríkið, að því þú spurðir hvort að ríkið ætti að setja peninga hérna inn fyrir sveitarfélögin, jú, auðvitað væri það vel þegið í þessari stöðu og kannski gerist það, en við höfum fyrst og fremst verið að biðja handhafa ríkisvaldsins að horfa til sinna eigin stofnana hér á svæðinu eins og ég nefndi á. Herðu Kjartan, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og ég vona að ykkur gangi vel þarna suður með sjó að glíma við vanda sem við vitum náttúrulega ekki hvað verður stór og hvað munir vara lengi, en það klárt að það verður nóg að gera til þess að bregðast við þessu. Gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. En hingað komin í þennan þátt annar sveitarstjórnarmaður, það Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi sósíalista. Sanna, Reykjavíkurborg var að kynna sínar aðgerðir út af koronaveirunni í dag. Geturðu sagt okkur svona hvernig þær aðgerðir slógu þig? Já, það náttúrulega ýmislegt þarna sem alveg ágætt og ég ætla svo sem ekki að gera lítið úr því, en ég náttúrulega fyrsta sem ég sagði að Reykjavíkurborg ætti núna að krefja ríkið fjárframlög til þess að mæta þeim gríðarlega mikilvæg verkefnum sem hún sinnir sem sveitarfélag, af því að Reykjavíkurborg náttúrulega í nærsamfélaginu að mæta þörfum fólks, til dæmis barna, fjölskyldna þeirra og eldri borgara. Hún að mæta þörfum þeirra sem eru með fötlun og hún að sinna svo gríðarlega mikilvægri þjónustu í nærsamfélaginu. Þannig að það eitthvað sem maður hefði viljað sjá í aðgerðapakka ríkisins, að það væri meira fjármagn sem færi beint til sveitarfélagana á þessum tímum. Það var náttúrulega gríðarlega mikið álag sem við sjáum á einstaklinga og fjölskyldur og þannig að þetta eitthvað sem að Reykjavíkurborg ætti að vera leiðandi í núna, að krefja ríkið meira fjármagn og því að við erum einmitt í nærsamfélaginu. En það sem að mér fannst svona gegnum gangandi að það verið að einblína á atvinnulífið og að við þurfum náttúrulega að halda utan fólkið og sérstaklega fólkið í vesturstöðinni og ég gagnrýndi sérstaklega lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði. Það það sem að kom fram hjá mér og þó að það sé náttúrulega mikilvægt að standa saman þegar að það hægt, að þá svona finnst manni eins og það sé allir dálítið mikið í sama bát einhvern veginn núna í stjórnmálum og þetta dálítið skrýtnir tímar. Hvað meinar við því að finnst að vera svona meðvirkni skortu upp á svona stjórnarandstöðu og að málin séu rædd af einhverju svona festu og krafti? Já, þetta eins og það sé allir allt í einu rosalega sammála hluti sem að ég held að við hefðum kannski ekki endilega verið sammála fyrir nokkrum mánuðum. Ég ennþá með mínar skoðanir sem að byggja bara á minni svona hugmyndafræði sem að ég styðst við dagsdaglega og auðvitað ég opin fyrir því að skoða hlutina út frá því hvernig málin í samfélaginu. En mér finnst svona vera komin einhver bragur á í samfélaginu að það sé einhvern veginn tilefni til að kasta hugmyndum einhvern veginn út gluggann og allt í einu sameinast eitthvað sem að ég hélt að kannski væri ekki tilefni til þess að sameinast Auðvitað mikilvægt að við stöndum saman, en við þurfum samt sem aður að vera gagnrýnin og hugsa, þetta að þjóna fólkinu hér í borginni, fólkinu í landinu, eða munum við kannski standa uppi með eitthvað sem að skilar jafnvel fyrirtækjum einhvern hagnað en ekki fólkinu. Þetta búin að vera dálítið Þetta vísa í það sem að Naomi Klein kallar hamfarakapítalisma, þar sem að þegar koma einhverja svona hamfarir yfir samfélagið þá notað tækifæri til þess að fella niður skatta og fyrirtækja og fjármagnseigendur og koma í gegn kannski því sem að hinn ríku hafa verið að berjast fyrir lengi. Já, ég var einmitt að horfa daginn gott myndband sem að lýsti því mjög vel og það einhvern veginn svona þegar að eitthvað slæmt ástand kemur upp á að þá allt í einu eins og
hugmyndir sem að áður fyrr kannski hefði ekki verið samþykktar að sé allt í einu tilefni til þess að samþykkja þær og nú nýlega þá við erum núna að fara inn í þessa svokallaða dymbilviku sem á sér stað í kringum páska og þá hefð fyrir því að falla niður borgarstjórnarfund og það virkar þannig að í Reykjavíkurborg þá eru 23 borgarfulltrúar og borgarstjórnarfundir eru að jafnaði 1. og 3. hverja viku, alla 3 daga, sem sagt einu sinni tvisvar í mánuði, afsakið, þetta búið að vera dálítið langur dagur og í ljósi aðstæðna þá sáum við ekki fram að borgarstjórnarfundur myndi vera í heilan mánuð og ég lagði sem sagt til að við myndum fjölga borgarstjórnarfundum, þetta eru svona 9 tímar og mikilvægt að við myndum ræða málin okkar á milli við borgarfulltrúar og halda uppi þessari umræðu og þessu samtali en í staðinn að þá fær borgarráð heimildir borgarstjórnar. Nú borgarráð ekki það sama á borgarstjórn, svo ég verði hérna mjög fræðileg og fræði fólk stjórnsýsluna, ég vona að ég sé ekki leiðileg með þessu tali og þreyti ykkur ekki. En í borgarráði þá ekki allir borgarfulltrúar og ekki allir fulltrúar flokkana hafi í rauninni rétt til þess að kjósa til dæmis tillögurnar og borgarstjórnarfundirnir eru opnir þannig að allir geta fylgst með og allir geta átt að segja á því hvað fer fram þar að meðan að borgarráðsfundirnir eru lokaðir og það má ekkert greina frá endilega ummælum sem aðrir segja, það helst bara vísað í fundargerðir og svoleiðis sem hægt að lesa yfir. Þannig að það mjög leiðilegt að sjá einhvern veginn að við séum að færa fundi inn í eitthvað svona afmarkað rými að við séum að fela færri fulltrúum að taka í rauninni ákvarðanir í staðinn fyrir að við séum einhvern veginn að fjölga fundum eins og ég lagði til í ljósi aðstæðna, halda þessu inn í þessu opna rými og einhvern veginn séum sammála hluti sem að ég sé ekki að við hefum verið sammála fyrir einhverjum vikum en það kannski bara breyttar aðstæður. Birgitta Jónsdóttir var hérna í þættinum í gær þar sem hún gagnrýndi mjög að stjórnarandstaðan hafi fallist á það að svona næstu því að senda þingið heim. Nú starfar þingið bara við að afgreiða tillögur sem að koma frá ríkisstjórninni sem að hægt að tengja beint kórónufaraldrinum og þeirri kreppu sem að honum fylgir. Þannig að borgarstjórn eiginlega búin að samþykkja líka að draga úr lýðræðinu til þess að auka völd og vægi borgarráðs sem kannski ekki alveg það sama og ríkisstjórn en til dæmis stór hluti af borgarfulltrúum og þar að því fólki sem að kaus þig og flokk fólksins og miðflokkin og fleira þið hafið ekkert að segja inn í borgarráð. Við höfum alveg helling að segja og við höfum alveg fengið að taka þannig að ég fengið að taka þátt nei, og svo þegar þetta kynnt út af við að borgarráð hafi einhvern veginn allt samþykkt þennan tillögu pakka þá einhvern veginn kemur út að við höfum allt samþykkt þetta en ég samþykti ekki neitt og ég ekki með atkvæðarétt og þannig að þetta svona skekkir rosalega ímyndina og eins og ég sagði á fundi í morgun, borgarráðsfundi, því að ég má greina frá ummælum sem að ég segi, að þá sagði ég mitt mjög stór aðgerðapakki með mörgum tillögum og mér finnst réttast að við værum að ræða þetta á vettvangi borgarstjórnar. Það væri mjög eðlilegt, þannig að þetta svona gagnrýnin sem ég hef þetta mála. Þetta náttúrulega bara mjög stórt málefni sem varðar hag borgarbúa, þannig mér finnst mjög skrítið að við séum búin að færa þetta inn á minni vettvang að kom ekki all borgarstjórn að þessari stefnumótandi ákvarðanatöku. Þannig að umræðin flutt frá borgarstjórn þar sem eru opnir fundir og fólk getur fylgst með yfir í borgarráð þar sem að þú mátt ekki svona vitna til þess sem að fer fram. Nei, ég má segja það sem að ég hef að segja, ég má vísa í bókanir og það sem að kemur fram í fundagerðum og gögnin en þetta sko líka bara í ljósi aðstæðna og öll þessi magnaða tækni sem við höfum, það hefur maður haldið að maður myndum vilja koma út úr þessu öflugar og sterkari að við myndum einhvern veginn vilja nýta okkur tæknina. Það einhvern veginn allt hægt í dag og ég búin að læra á mikið af þessum forritum. Ég hélt að ég væri mjög öflug í tækninni en ég bara að læra fullt af nýjum hlutum. Þetta bara magnað að geta nýtt sér þetta. Þannig að þetta ekki að vera og við erum búin að búa til sjónvarpsstöð upp úr Zoom þessari tækni sem hér sem að
fólk að nota í fundum. En Sanna, ég ætla að þakka þér fyrir vegna þess að þú endar á áhugaverðum punkti sem að ég ætla að fá að tengja inn í næsta viðmælanda. Þannig að við höfum örugglega eftir að heyrast aftur í þessu þætti. Takk fyrir. En það einmitt þessi hugmynd að þegar að koma háskatímar að þá sé dregið úr upplýsingum til almennings, það sé dregið úr lýðræðinu og það mál sem að mér langaði til þess að ræða við Atla Þór Fandal sem fyrrverandi blaðamaður, býr út í miðri Evrópu og landskunnur gagnrýnandi á fjölmiðla. Hvernig finnst þér svona fjölmiðlarnir standa sig á þessum háskatímum, Alli? Já, sko, maður verður nú reyndar talsvert minna gagnrýni á fjölmiðla eftir að maður hættir að vinna við það, heldur en áður, sko. En svona heilt á litið þá, held ég að upplýsingar, eða þess að þú hefur getu alveg til að ná góðum upplýsingum og með því að fylgjast svolítið skipulega með. Mér hefur fundist kannski Vísir og RÚV standa sig best og Morgunblaðið svona í því að vera með svona fréttir sem að það er svona að vera svona fjölmiðlar off the record, sko. Þú veist bara nýjustu tíðindi og hvað að gerast og slíkt. Fréttir frá stjórnvöldum og sóttvarnayfirvöldum og öðru slíku. Það fer ekki mikið fyrir svona gagnrýni umræðu þarna? Nei, sko, það kannski mér hefur kannski ekki til að fundist það svona öflugast hjá þeim, en það má samt ekki gera lítið úr í raun og veru þörfinni á svona það sem við kalla paper of record, það sem að þú í raun og veru fær tilkynningar og annað slíkt. Sko, ég skal reynda að segja, sko, að það svolítið langt síðan ég hætti að lesa Devaf, af því að mér finnst Devaf bara orðinn svo skrítin miðill, ég skil ekki alveg hvað ég ætti að fá út úr í, þannig að ég get búið lítið sagt hvernig þeir hafa staðið sig. Mér finnst Stundin standa sig mjög vel þegar kemur að því að vera einmitt með eitthvað svona greiningar og kannski sérstaklega í umfjöllun efnahagsmál og meira svona hvað að gerast í pólitíkinni. Þannig að og auðvitað fyrirfram mikill aðdáandi Stundarinnar, en kannski miðlarnir sem að ég myndi segja að sko hafi í raun og veru skarað fram úr og sýni í raun og veru mikla getu er Grapevine. Þeir hafa sem sagt nálgast þetta tómarúm sem og svona skipulagsleysi og kannski skort á hugsun með það að veita erlendum ríkisborgurum almennilegar upplýsingar og hafa að mínu mati algjörlega svona stepped up their game. Það mjög virkur fréttaflutningur þar á ensku og þeir eru með þetta daglega COVID hlaðvarp sitt. En svona ég meina heilt á litið þá náttúrulega sjáum við bara að þennan sama styrkleika íslenska fjölmiðla á alltaf, skilur við. Íslenski fjölmiðlar eru góðir í að framleiða mikið magn og hratt þegar kemur að greiningum og svona kannski að spotta sniðuga fréttir, þá kannski hægist aðeins af því og sningu á upplýsingum eru íslenski fjölmiðlar oft minna sterkir. Og svo ætla ég líka að fá að nefna að Kjarnan að þeir hafa staðið sig að mörgu leyti vel sérstaklega þá varðandi umfjöllun efnahagsmálin sem fylgja þessu. Já, þannig að þú ert bara nokkuð ánægður með íslenska fjölmiðla á þessum háskatímum? Já, í raun og veru, vegna þess að við skulum hafa það í huga að jafnvel á þeim stutta tíma sem að liðin frá því að við hættum báðir í blaðamennsku eða þess að ég hætti, að þá hefur starfsaðstaða fjölmiðla á Íslandi og blaðamanna versnað verulega. Og eins og ég segi, veikleikinn þetta skortur á kritík og greiningu, en þeir eru algjörlega að standa undir þessu hlutverki sínu að í raun og veru koma upplýsingum áfram, en hins vegar eiga það svolítið til að detta til dæmis í þetta sama far og gerist ofta einhvern veginn að því einhver skrifar einhverja fyndna grein svona sérfræðinga á internetinu, þá einhvern veginn allir settir undir þann hattinn og svona einhver krafa það endilega að það sé ekki spurt gagnrýnt og annað slíkt sem að mínu viti ekki góð. Og fjölmiðlar eiga bara, íslenski fjölmiðlar eru bara oft fljótir að fara í þetta vegna þess að við erum samfélag sem að bara mjög svona innbyrðis líkt og við erum bara þrátt fyrir allt treystum svolítið fólki eða okkar eigið samfélagi.
En ég meina En byrju, gallinn, má ég spyrja það eins allir, við séum öll lík, þú nefndir áðan Grapevine og það væri sérstökum fyrir þar vegna þess að þeir eru ávarpa hóp sem ekki ávarpar annars staðar. Það er hópur sem að mörguleiti verður eiginlega fyrst fyrir högginu, það er fólk sem óöruggt, er flest með lítið umleikis, hefur lítið bakland missi vinnuna, missi tekjurnar, oft í vinnumarkaði, er veikt fyrir og þess vegna kannski umfjöllun Grapevine svona áberandi nær einhvern veginn að ná kjarna vandans á meðan síðan og í þessum þáttum hefur verið að ræða við fólk sem að glíma við fátækt og eru talsmenn fátæksfólks, láglaunafólks og leigjenda og það fólk svona almennt upplifir það ekki það að umfjöllun fjölmiðla sé endilega að tengjast þeim málum sem að það hefur áhuga á og það brennur fyrir. Og ef þú ert að tala að við séum öll svo lík, ég held að það sé bara langt því frá að við séum öll í sama bát með sömu hagsmuni. En það er langt því frá. Ég átta mig á því að fjölmiðlarnir hins vegar, þeir tala eins og við séum þannig. Til dæmis ráðamenn koma fram og ráðherrar tala að við höfum aldrei haft það eins gott, kaupmáttur aldrei verið jafn góður, við höfum aldrei heimilin skulda aldrei eins mikið. Þetta fólk ekki að ávarpa þá sem hafa þeytt fram lífið með smálánum og öðru slíku. Þannig að spurningin þess að þú ert að lýsa því inn í hvaða veröld fjölmiðlarnir standa sig vel, er það ekki einhver leyti bara ímynduð veröld? Já, sko, það er náttúrulega eðli þess að samfélag séu innbyrðis lík að það er yfirleitt rosalega stór meirihluti og ofboðslega svona, og svo er einhver svona minnihluti sem að er vissulega stór en nýtur raun og aldrei sannmælis og á Íslandi held ég að staðan er svo að kannski svona 2/3 samfélagsins eru innbyrðis líkir og það fólk bara dominerar og þú getur séð þetta nánast í öllum málum. Við erum með 2/3 sem eiga eigin húsnæði, þannig að það er öllum sama fólk sem á ekki eigið húsnæði. Við erum með 2/3 sem búa á höfuðborgarsvæðinu og í kring, þannig að það er öllum sama landsbyggðirnar og við erum með 1/3 sem lifir á sultarlaunum en 2/3 sem hafa það frekar gott, og það er það sem ég á við með þegar samfélagi er svona innbyrðis svolítið líkt. Það snýst ekkert það að allir séu eins, það snýst það að svona hinn þögli meirihluti sem að er bara hin hliðin á því að tala frekakallinn, sko, það bara fer eftir hvort þú ert stoltur að því að tilheyra þessum hóp eða ekki, hvort þú notar, að hann náttúrulega bara, hann er bara með slíkan massa í samfélaginu að hann svona kannski hefur ekki mikla þörf fyrir að hlusta á aðra. En eins og ég segi, ég ætlaði nú reyndar að fara aðeins í það hvað með þetta mig að gera betur og svona hvað veikleika hafa birst. Ég hef til dæmis, fyrir svolítið vonbrigðum með RÚV, ég meina þau eru góð í því að koma með nýjustu fréttir og tilkynna og segja okkur hvað yfirvöldar gera, en ég meina engin annar miðill hefur jafn mikla resursa, þannig að skortur á svona greiningargetu á þeirri ritstjórn það er bara pólitísk ákvörðun, sko, og hvort sem hún er meðvituð eða ekki, það er engin svona fjárhæð, eða þú getur ekki talað einhvers konar skort á resursum þar í samanburði við aðra miðla. Ég hef líka verið ofsalega ánægður með ríkissjónvarpi út í Tékklandi, þar sem ég eins og sagði þá bý ég svona eiginlega í báðum löndum, en fastur núna, að þau tóku sig til og skelltu bara í nýjan þátt á ensku sem bara uppfærður á hverjum degi og á Facebook og fengur svo bara svona samtök útlendinga og fyrirtæki sem að þjónusta útlendinga og annað slíkt til þess að sjá til dreifingu, og þetta bara mjög einfalt format og segir okkur bara nákvæmlega sem við þurfum að vita þær aðgerðir sem í gangi, og þetta hefur hjálpað gríðarlega. Og þetta til dæmis finnst mér RÚV standa sig bara einfaldlega illa í, og ég meina hvort sem við séum með COVID eða annað slíkt að þá á þessi miðill að vera löngu farin að þjónusta þennan hóp og bæði enska og á ensku og þá líka pólska innflytjendur sem eru bara okkar stærsti hópur, og fara auðvitað í meira samstarf með þeirra fólki. Við erum með, ég meina það er ekkert mál fyrir þau að taka upp einhvern netþátt 5 mínútur á dag með nýjustu tíðindum á pólsku, vegna þess að það er einfaldlega til síða á Íslandi sem rekin af fólki sem talar pólsku og íslensku. Þannig að samstarf þarna á milli væri eðlilegt. Ég meina við sjáum líka til dæmis í umfjöllun efnahagsaðgerðir borgarinnar eða viðspyrnu borgarinnar sem að ég tel nú reyndar góðar aðgerðir og sá að flestir tóku svona undir það og það væntanlega þarf að koma meira,
að það vantar ákveðna, það ekki kostun á þessu öllu og fjölmiðlar hafa ekki verið duglegir að vekja athygli á því að, ég meina, hvað kosta ákveðnar aðgerðir þarna. Það er nú ekki mikið af upplýsingum enn sem komið í kynningunni. Að öðru leyti, ég meina eins og ég benti á í viðtali hjá Harmageddon og ég alveg alveg gáttaður á, að sko aðgerðirnar sem ríkisstjórnin tilkynnti, þær eru pólitísk yfirlýsing það að áláta ferðaþjónustuna gossa og það einhvern veginn ótrúlegt að það sé ekki meira í umræðunni það, þannig að þetta sé ekki sértækar aðgerðir til þess að hjálpa að ferðaþjónustu fyrirtækjum eins og til dæmis bandarísku aðgerðirnar, þar sem sérstaklega nefnt að styrkja hótel og fleiri sem að verða fyrir miklu áfalli. En hér eru bara almennar aðgerðir sem eru alveg eins beint fyrir Kviku banka eða Samherja eins og ferðaþjónustu fyrirtækjum. Já, sko að í ljósi stærðar ferðaþjónustunnar, hvað við erum háð henni og hversu mannaflsfrek hún og hvað við erum búin að missa mikið af störfum, það er eitthvað 4.000 störf sem að hafa hurfið með falli vá í þeirri grein, 3.500 eða eitthvað slíkt, að þá segir sig sjálft ef maður þekkir eitthvað til, skilur eitthvað í pólitík að aðgerðapakki upp á 0,1% af landsframleiðslu fyrir geira sem að sko tæplega 9% af landsframleiðslu og stærsti atvinnurekandinn eða svona einn fjölmennasti atvinnurekandinn, auk þess sem að svo brúarlánin og fyrirgreiðslurnar og frestanirnar eru þannig uppsettar af fyrirtæki sem að þegar eru í fjárhagsvanda eiga ekki að hafa getu til að fengi þetta eða fá þetta og ferðaþjónusta hefur verið í vanda núna undanfarið ár, þá ætti það að blasa við og það bara gerir það blasir við og það stendur ekkert til að bjarga því sem bjarga má í ferðaþjónustunni. Það er búið að taka þetta bara ákvörðun það að fórna svona minnstu fjölskyldufyrirtækjunum þar. Það getur vel verið að það sé rétt. Er ekki aðgerðir til þess að hinni stærri geti sópað upp inn að minni? Það hljómaði alltaf þannig að það fyrsta sem að Bjarni Benediktsson sagði var að ætti að bjarga lífvænlegum fyrirtækjum og með því að auka mjög lánsfé í gegnum bankakerfið og það hljómar svolítið eins og stóru fyrirtæki sem jafnframt eru stærstu viðskiptavinir bankanna fái raunverulega peninga til þess að hreinsa upp öll fyrirtæki sem eru í einhverjum vandræðum. Já, það sko væntanlega verður nú tilkynnt meira því að það er ég ætla að vera svo bjartsýnn að trúa því ekki að íslensk yfirvöld haldi í alvörunni að þau geti farið í einn minnsta stimuluspakka Evrópu verandi með hagkerfi sem háð geirum sem að fara alveg sérstaklega illa út, ekki bara ferðaþjónustu heldur matvæla iðnaði og annars slíku. En þannig að vonandi verður nú eitthvað farið í eitthvað annað en ég meina það er náttúrulega mjög flott aðgerð þessi launaaðgerð, hvort að hinni stóru og hinni ríku muni geta svindla svolítið vel á þessu kerfi, alveg bara absolutt, það bara fylgir því. Því miður þá erum við hinn bara í þeirri aðstöðu að það er dýrara fyrir okkur að láta þau ekki stela heldur en gera ekki neitt heldur en að bjarga þeim og það verði eitthvað svona leki. En þarna til dæmis gætu fjölmiðlar farið í að velta fyrir sér hvers vegna ekki verið að ræða neinar leiðir svona mótvægisaðgerðir við þetta. Ég meina einföld leið sem bara á mjög vel við í dag og getur átt vel við bara á það sem kallað svona stríðstímum, þar sé ekki friðartímum, með til dæmis bara 50, 60, 70% skattur og arðgreiðslur. Ég meina þá bara kostnaðurinn við að taka fé út úr fyrirtækjum í staðinn fyrir að fjárfesta, hækka laun eða ráða fleiri starfsmenn slíkur að það skiptir engu máli þó að fólk gerir það og bara notum við það í einhverja innspýtingu. Ég heyri það því langar svolítið að tala efnahagsaðgerðir og svona pólitíkin í þessu. Ég fæði kannski að fá því seinna í það. Já, en punkturinn átti samt að vera að fjölmiðlar eru að standa sig að mínu viti mjög illa í þessu, þessari umfjöllun. Ég búin að senda nokkra blaðamenn og biðja þau að taka samanburð á efnahagspökkum ýmissa ríkja til þess að við getum metið okkar pakka í samhengi við það. Svona bara beiðni sem mér finnst eiginlega hefði verið sjálfsagt verkefni á öllum ritstjórnum síðustu viku, en ég alltaf að bíða eftir það komið, það bara kemur ekki. Já, Kveikur reyndar var með ágætis samanburð, en annars ég sammála, ég hef ekki séð þetta annars þar. Ég þakka þér fyrir og við fáum örugglega að heyra í þér aftur. En nú ætlum við að skipta yfir í Kópavoginn. Þar
Sigurjón Magnús Egilsson, hann ennþá í sóttkví, en hann ætlar samt að byrja með nýjan þátt hér á Samstöðinni í fyrramálið, morgun þáttur miðjunar, mun það heita, og verður klukkan 9:30 í fyrramálið. Er það ekki rétt hjá mig, Sigurjón? Jú, það alveg hárrétt. Klukkan 9:30 í fyrramálið verður fyrsti þátturinn, morgun þáttur miðjunar. Og ég ætla að byrja, sjálfur nýkominn frá Spáni, hef miklar áhyggjur af ástandinu þar. Ég ætla að byrja að tala við Magnús R. Einarsson, sem margir þekkja, var lengi útvarpsmaður á Ríkisútvarpinu, bara í áratugi, og auk þess tónlistarmaður. Ég ætla að byrja að tala við hann ástandið þarna ytra, og síðan kemur til mín, verði í sambandi við, kemur ekki til mín, að hittast engin núna, verða Helga Vala Helgadóttir, sem náttúrulega stjórnarandstæðingur, formaður velferðarnefndar Alþingis. Ég ætla að tala við hann hvort það sé algjört vopnahlé í pólitíkinni. En svo líka var að falla áðan dómur í máli Guðjóns Skarphéðinssonar, og Helga Vala þekkir þau mál náttúrulega mjög vel, og við ætlum að ræða það líka. Þannig að þessi hálftími sem við erum í fyrramálið, að við verum öll að tala hratt ef við ætlum að koma upp fyrir. En síðan verð ég að segja annað. Að við verðum ég verð líka á laugardagsmorguninn á sama tíma, 9:30, og þá verður gestur minn, Jón Danielsson, prófessor í hagfræði við London School of Economics. Við töluðum mikið saman fyrir 12 árum, ég og Jón, og við ætlum að fjalla aðeins efnahagsástandið, seðlabankann og fleira. Þannig að það mikið framundan hérna á þessari ágætu sjónvarpsstöð ykkar, Samstöðinni. Hvað segirðu það með svona mikla reynslu í fjölmiðlum? Þetta nú svolítið skondið að við séum hérna komin með þátt sem tekin upp á fjarskipta eða fundabúnaðinum Zoom og sent hérna út á Facebook, og Ögmundur Jónasson sem byrjaði í sjónvarpinu einhvern tíma stutt eftir stofnun þess, hann komið með þátt hérna. Þetta eru svolítið undarlegir tímar þar sem að tæknin einhvern veginn veldur því að fólk getur eiginlega búið til svona eins konar sjónvarpsstöð eiginlega heima hjá sér. Þetta alveg frábært. Tæknin algjörlega frábært, og bara ef við veltum fyrir okkur hvernig fjölmiðlaumhverfið væri ekki þessi samfélagsmiðlar og þetta, og vefir eins og miðjan og allir hinir vefirnir, ef það væri ekki. Þetta er algjör björg í þessu, og sem betur fyrir þetta orðið þannig að það þarf ekki 4 hæða hús til að gera eitthvað svona. Fólk getur gert þetta bara sjálfur sér, og það verst náttúrulega þetta fólki sem að vinna í kringum þetta tekjulaust. Meira og minna, það kannski verst, en það kemur, ég alveg viss að það kemur, og ég nú verið að fylgjast með þáttum á Samstöðinni, og ég sé það alltaf fleiri og fleiri sem eru að horfa á þetta, og þetta umræðan, já, svo annað líka náttúrulega, það umræðan þarna sem kemur ekki í hinum fjölmiðlum, sem kannski það flottasta við þetta. Finnst þér ekki sjálf? Jú, en svo þetta náttúrulega líka, þetta var stofnað til þess, við byrjum á þessu vegna þess að kom samgöngubann, og ég og Ögmundur ætlum að vera með fund kvótann í Stapanum, hljómahöllinni, og það var ekki hægt, þannig að við verðum að gera eitthvað, þannig að við byggum til þátt á sunnudagsmorgni, og svo þegar kemur alvaran þegar að aukast í samfélaginu og það komið samkomubann, að þá upplifðum við þannig að það verður að finna einhvern stað þar sem að fólk getur komið saman og rætt. Og það var til dæmis eftir hrunið 2008 að þá var það ekki þannig að einhver sæti heima hjá sér og hugsaði eitthvað viðbrögð. Heldur gerðist það þannig að fólk hittist og ræddi saman, mátaði svona hugmyndir sínar, upplifuna sína á ástandinu, mátaði, hvað það mögulegt sem að við gætum gert, og úr því varð einhver andstaða. Og það verður að vera slíkur vettvangur þegar við megum ekki hittast út á götu, við megum ekki mótmæla, við getum ekki hist á kaffihúsinu því að þau eru meira og minna að loka. Þannig að því leyti þá held ég að þetta fyrirbrigði Samstöðin sé kannski svona eitthvað hálfu leyti fjölmiðill, en að hálfu leyti eins og bara torg eða kaffihús eða hvað sem er. Já, ég alveg sammála því, og það líka annað í þessu að svona fjölmiðill, eða hvað við kalla það, að það það ekki að taka tillit til neins, það engin eigandi á bakvið sem að gæta einhverja hagsmuna, eins og okkur virðist vera með stóru fjölmiðlana núna. Hérna eitthvað sem að bara blað og fréttamenn áhuga fólk kemur bara saman og framleiða það efni sem það langar til að gera og til að þörf á. Þetta alveg dásamlegt. Já, ég
kannski að þú ert að nefna þetta og ég ítreka það að fólk getur haft samband annarkvort inn á Facebook síðu samstöðarinnar eða bara við mig fundum mig á Facebook og komum með uppástungur eða vill hjálpa til eða koma með þátt hingað inn. Hvenær vorum við að ræða það að þú getur verið með kannski þátt í fyrramálið, Sigurjón? Hvað langt séu við tölum það? Já. Er það að tala það? Hvenær við byrjum að ræða það? Já. Var það ekki eitthvað eftir hátíð í dag? Já, það var eftir hátíð í dag. Þannig getur þetta gerst ef þú ert með einhverja hugmyndir að koma með þátt hingað á samstöðina að þá hefur við svona möguleika á því að taka það upp og senda það út. Þannig endilega hafi bara samband sem allra fyrst og hjálptu okkur að búa til samstöðina. Hún byrjaði með 1 þætti og síðan eru til 2 og nú eru 3 og hugmyndin svo að við fjölgum okkur og að áhorfið byggist upp, að við smitum fólk svona svipaðan hátt og koronaveiran og dreifum til samfélagið. En þetta nú svolítið líkt okkur bróðir, sko, þetta svo mikið, sko. Nú sem sagt, ég búinn að taka að mér, þannig til að byrja með, sko, 5 þætti í viku sem morgunþætti og svo 1 á laugardegi. Það komin 6 og þú ert daglega. Þannig að það svo sem alveg dásamlegt að fá fleira fólk að heldur en eigin sinni, sko. Þannig að hugmyndir nokkuð. Það hlegið að svo mínu heimili að þegar kemur COVID og allir að vera heima og hafa rólegt að þá ég komin með daglega þætti í sjónvarpi og að búa til sjónvarstöð. Það hlegið að segja með mér. En við látum þetta duga í kvöld. Samstöðin næst í fyrramálið klukkan 9:30. Þá byrjar nýr þáttur sem heitir Morgunþáttur miðjunnar í umsjón Sigurjóns Magnús Egilssonar. Og ég verð síðan aftur hérna á sama tíma annað kvöld klukkan 8. Sigurjón verður með laugardagsþátt, viðtal við Jón Danielsson. Já, sem verður forvitnilegt, ég lofa því. Það verður forvitnilegt þetta, ég lofa því. Já, Sigurjón lofar því að þessu góði þetta sem hann með. Nei, viðmælandi væri góður, ég var ekkert að tala annað, bara viðmælandin góður. Já, ég að reyna að afkynna þáttinn, sko Sigurjón stóri bróðir minn, hann grípur svolítið fram fyrir mér. Síðan á sunnudaginn verður Ögmundur Jónasson með sinn þátt Kvótan heim og svo, ég lofaði að á mánudaginn verður örugglega komin 4. þátturinn eða jafnvel 50. En við þökkum kærlega fyrir kvöld, hvetjum ykkur til þess að stilla inn á morgun klukkan 9:30 og svo aftur annað kvöld klukkan 8. Takk fyrir í dag.